Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir, tekur til máls. Virðulegi forseti. Eins og hér hefur komið fram að þá er fjárlagavinnan mönnum hér ofarlega í huga og að því tilefni langar mig að ræða hér aðeins stöðu íslenskrar tungu. Fram hefur komið að forstöðumaður tölvuöryggismála hjá Google, Úlfar Erlingsson, hélt erindi á aðalfundi hins íslenska bókmenntafélags og taldi að íslenskan væri á hröðu undanhaldi. Hann sagði jafnframt að tæknin sem þyrfti til þess að reisa varnir fyrir íslenska tungu væri til, en við værum í kapphlaupi við tímann. Hans orð voru þau að tæknin réði vel við að talsetja nú þegar einfalt efni, en eftir 3 ár eða svo væri hægt að talsetja allt efni með þeirri tækni sem að þá innan 3 ára yrði til. Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor í íslensku, hefur tekið undir þessi orð. Við höfum rætt þetta hér í þingsal og að frumkvæði okkar hér á Alþingi hefur umræðan verið tekin stöðu íslensku í stafrænum heimi og smátt hefur orðið til skilningur hér innan búðar hjá meira að segja hæstvirtum ráðherra sem kom fram hér á degi íslenskrar tungu að það þyrfti verulegt fjármagn til þess að reisa varnir til að styrkja stöðu íslenskunnar. Eiríkur Rögnvaldsson fullyrðir að íslenskan standi mjög höllum fæti og lykilatriðið sé að hún sé notuð á öllum sviðum samfélagsins, að hún verði ekki einangruð við tiltekin svið samfélagsins heldur sé notuð á öllum sviðum samfélagsins. Nú höfum við, virðulegur forseti, ekki enn séð breytingartillögu meirihlutans við fjárlagafrumvarpið. Það er sameiginlegur skilningur á því að það þurfi 200 milljónir króna á ári til þess að fara í þessa varnarbaráttu. Ef við förum ekki í hana strax, þá verður ekki aftur snúið innan 5 eða 10 ára, þá verður ekki aftur snúið. Þannig ég vænti þess, í samræmi við þann skilning sem hefur komið fram í máli hæstvirts ráðherra, að við sjáum hér myndarlega breytingartillögu frá meirihlutanum við 2. umræðu fjárlaga og við sjáum 200 milljón króna framlag í þetta verkefni. Nú ef ekki þá mun minnihlutinn leggja fram slíka tillögu og væntir þverpólitísks stuðnings við hana. Hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, tekur til máls. Virðulegur forseti. Ég vil taka undir með hv. þingmanni Svandísi Svavarsdóttur. Við samþykktum hér þingsályktunartillögu íslenskuna í hinum stafræna heimi. Sjálf lagði ég fram frumvarp eða þingsályktunartillögu á síðasta kjörtímabili sem fól í sér að varðveita menningararfinn í hinum stafræna heimi. Það er margra milljóna, ef ekki hundruður milljóna verkefni. En því fyrr sem við hefjumst handa, virðulegur forseti, í því að vernda íslenskuna, vernda menningararfinn, því betra. Og það er of seint að segja alltaf á morgun, virðulegur forseti. Þannig að ég vil leyfa mér að taka undir með hv. þingmanni og ég vil líka leyfa mér að ætla að ráðherrar og ríkisstjórnir sem fá þingsályktunartillögur samþykktar á Alþingi sem skora á ríkisstjórnir eða ráðherra að ganga í verkefni af þessum toga sem er þverpólitísk sátt, þó að það kannski eitt nægi ekki, þá erum við þó hér að tala menningararf okkar, við erum að tala það sem sameinar okkur, íslenska tungu, og þó við séum lítið mál samfélag að við ætlum að leyfa okkur með einum eða öðrum hætti að ganga af þessari tungu í hinum stafræna heimi, þá erum við illa stödd. Því að sameini eitthvað íslenska þjóð, þá er það tungumálið okkar sem okkur ber, á hvaða aldri sem við erum, í hvaða flokki sem við erum, hvaða áhugamál svo sem við höfum, að standa vörð.